Ég ætla núna að sýna ykkur hvernig við vinnum með veldi, ólíkara veldisstofna og hérna til dæmis sjá við erum með veldisstofn X og veldisstofn Y og aftur X og aftur Y. En sem sagt, þegar við erum að margfalda saman svona þætti eins og við sjáum að það er margföldun hérna á milli, þá leggjast saman veldin sem hafa sömu veldisstofna. Sem sagt, nú ætla ég að leggja saman veldin sem er á þessu X-i, það er veldið 4, og þessu X-i, það sem er veldið 5. Og þá myndum við setja þetta upp á eftirfarandi hátt. Ég myndi setja þetta upp svona, X, og svo reikna ég þetta saman hérna fyrir ofan. Svona, X í veldinu 4 + 5 og sinnum, og nú tökum við Y-inn. Ég er með Y í þriðja og Y í öðru. Y í þriðja pluss Y í öðru. Svona. Og útkoman okkar hérna yrði þá X í 9. veldi, Y í 5. veldi. Og það er okkar lokasvar hér. En kíkjum nú á B-lið og við hugum að því sama. Við ætlum að vinna með X-in hérna. Þau hafa mismunandi veldi, en í þetta skipti er deiling hérna. Og ef það er deiling, þá er það ólíkt því þegar það er margföldun, þá drögum við veldin frá hvort öðru. Við myndum þá líta á þetta eftirfarandi hátt. Ég hafa með X í 8. veldi mínus þriðja. Og svo myndi ég skoða Y-inn. Ég er með Y í 7. veldi og svo kemur deilt með Y í öðru veldi. Þannig ég er þá með Y í 7. mínus 2. Skoðum þetta þá nánar og loka útkoman okkar hér yrði þá X í 5. og Y í 5. Í C-lið erum við núna eingöngu með þekkta tölur. Og það er ágætt að hafa í huga þegar maður er að vinna svona með veldi að þið sjáu að hérna talan í lokin, þessi þristur hérna, hann hefur ekkert sýnilegt veldi. Miðað við til dæmis að við sjáum að þessi þristur er með veldið 3. Ef ekkert sýnilegt veldi er til staðar, þá er alltaf veldið 1 að ræða. Og ef við fylgjum bara því sem við vorum að gera hérna á undan og tækjum bara tvistana fyrir til að byrja með, og þetta eru margföldunartvista. Við sjáum að hérna erum við með 2 í öðru og svo erum við hérna sinnum 2 í 5. Þannig að við tökum þá á sama hátt veldin og leggjum þau saman. 2 í veldinu 2 + 5. Kemur sinnum. Og hérna erum við 3 í þriðja, en svo kemur deiling og 3 í 1. Þannig að ég myndi þá gera 3 í veldinu 3 mínus 1. Og ef við myndum nú fara í að einfalda þetta, þá fengi ég 2 í 7. veldi sinnum 3 í öðru veldi. Þetta svar væri svo sem alveg nægjanlegt, en við getum auðvitað einfalda þetta því að þetta eru þekktar tölur hérna með 2 í 7. og 3 í öðru. Og ef ég myndi nú reikna út hvað 2 í 7. er, þá myndi ég fá 128 sinnum 3 í öðru, og það er 9. Og við myndum þá bara klára að reikna þetta, og þá ættum við að fá út útkomuna 1152. En eins og áður segir, þegar við erum sérstaklega að vinna með veldi, þá er nú kannski verið að leita eftir svona útkomu. En auðvitað er þetta frjálst að gera og fá svona lokasvar.